bara þannig eins og alla daga en á sunnudögum hér í þessu húsi. Syngjum með okkur í dag og lofum Guð saman. Þeim sem hann hefur kallað samkvæmt ákvörðun sinni. Það er svo gott að vita að við erum þarna og það er svo gott að vita að orð Guðs það er í dag sem og það hefur verið alla daga. Halleluja. Við ætlum að gefa Guði dýrðin í dag. Það er sunnudagur og við gerum okkar. Má ég heyra amen? Woo! Because I know you're still in control. Praise is your weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise I praise 'cause you reign. I praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. I praise 'cause you're true. I praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. I praise 'cause you reign. I praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. I praise 'cause you're true. I praise 'cause there's nobody greater than you. Lord, oh my soul, praise the Lord, oh my soul.
Jesus, halleluja. Helgist þitt nafn, drottinn. Takk, Jesus. Hallelujah. You get all the praise. We say, hallelujah. You get all the praise always. Hallelujah. You get all the praise. We say, hallelujah. You get all the praise always. I've got a God who is for me. He's known for making way. He fought the battle so I wouldn't have to. All glory belongs to His name. And I've got a God who is faithful, far more than I could explain. And through every season, in spite of my weakness, He gave me a song I could sing. And I came to praise. I came to praise. So I woke up today. I came to praise. We say, hallelujah. You get all the praise. We say, hallelujah. You get all the praise always. I've got a King who is risen. He put my shame in the grave. Went to hell and back, and now I never have to. And He did it all in 3 days. I came to praise. I came to praise. That's why I woke up today. I came to praise. We say, hallelujah. You get all the praise. We say, hallelujah. You get all the praise always. I've seen the morning, I've seen the night, I've seen the battle, that's how I fight. I've seen His holy, I've seen it twice. I've seen His holy rest of my life. I've seen the morning, I've seen the night, I've seen the battle, that's how I fight. I've seen His holy, I've seen it twice. I've seen His holy the rest of my life. I've seen His holy rest of my life. Hallelujah. Come on, you get all the praise. We say, hallelujah. You get all the praise always. Hallelujah. You get all the praise. We say, hallelujah. You get all the praise always. I've seen the morning, I've seen the night, I've seen the battle, that's how I fight. I've seen His holy, I've seen it twice. I've seen His holy the rest of my life. Hallelujah! You get all the praise always. Hallelujah! I came to praise. I came to praise. Devil, get out of my way. I came to praise. Takk Jesus, halleluja. Svo gott að lofa Guð, halleluja. Takk Jesus. Heilaga drottinn, ég lofa það. Ég lofa þér drottinn því að þú ert verður að lofa þér. Og tek núna þitt Jesus. All my words fall short. I got nothing new. How
could I express all my gratitude? I could sing this song as I often do. Every song must end, and you do. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I got one response, I got just one move. With my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, my soul. Don't you get shy of me, lift up your song. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on, my soul. Don't you get shy of me, lift up your song. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul. Don't you get shy of me, lift up your song. 'Cause you got a lion inside of those songs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul. Don't you get shy of me, lift up your song. 'Cause you got a lion inside of those songs. Get up and praise the
she bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve my praise. Worthy is your name. Now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve my praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve my praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Hey Lord Jesus. Be exalted now in the heavens. My head up. Glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Come on. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus.
Worthy is your name. Það gott að vera komin í hús Guðs. Glaður var ég að menn sögðu við mig göngum í hús Drottins. Og ég alveg sérstaklega glaður því að kona mín komin heim. Og mér tókst bara að drepa 2 plöntur. Þið skiljið þetta, þið kallmenn. En við þurfum ekkert að minnast á Liverpool. En Gunnar, eigum við eitthvað að tala Liverpool? Nei, já, heyrðu, en orðskviðni 19, af því að það 19. í dag, en þetta svolítið, orðskviðni 19 svolítið hættulegir. Þeir eru svo heiðarlegir að maður veit ekki hvort maður á að hlæja eða bara iðrast. Til dæmis annað versið, sá sem hraðar sér, misstígur sig. Það svona biblíuleg leið til að segja, bara því að þú ert sannfærður, þá er ekkert öruggur að setja réttri leið. Svo kemur í versi 17, latur maður dýfir hendinu ofan í skálina og nennir ekki að bera hana aftur upp að munninum. Þetta næstu við fyndnar að það má vera. En maður svona, þetta þegar maðurinn, hann alveg við lausnina, en ákveður, þetta of erfitt. Þetta bara hérna. Til dæmis, halda áfram að gefa, veist, og Guð mun sýna hvaða merkingu það hefur. Og þetta ekki bara matur, skiljið. Við vitum hvað rétt og finnum hvað Guð að tala, og svo já, og við segjum, ég gerir það seinna. Svo kemur í 4. versinu, auður fjölgar vinum, sem svona biblíuleið til að segja, ekki byggja lífið þitt á þeim sem klappa þér á bakið. Það allir tilbúin að vera viniðinni þegar þú vinnur í lottó. Því að Guð, hann ekki að byggja ímynd, hann að móta hjarta. Og svo kemur þessi setning sem snýr öllu við. Sá lánar drottni líknar fátækum. Þú heldur og sett að gefa ykkurum, en Guð segir, ég sé þetta. Ekki bara það, hann segir, þetta snertir mig. Alveg eins og það snertir Guð að við erum að styrkja kirkjur á Filippseyjum, sem að kona mín heimsótti núna, fáum kannski að heyra vitnisburð frá henni seinna. Það snertir Guð. Mér langar að segja ykkur eitt, við þurfum að laga aðeins á baðherbygginu í húsið sem hún á Filippseyjum og hún þurfti að ráða verkamenn. Fyrir 8 tíma vinnu þá borgar þú 1700 krónur. 1700 fyrir 8 tíma vinnu. Það þykir fínt. 1700 krónur. 800 pesos fyrir 8 tíma vinnudag. Er ég eitthvað kvarta eða núna? Ætlar einhver að kvarta eða? Já. Heyrðu, en svo förum við í Mattheus 6 og það er svona að því að það róar okkur aðeins. Hann segir, varjast að ykkar réttlætið frammi fyrir mönnum, þeim til sýnis. Að því að hann byrjar að segja, þegar þið gefið ölmusu, ekki ef, þegar. Það ekki ef, þegar þú gefur ölmusu. Og svo segir hann, þegar þú gefur ölmusu, láttu ekki þeita lúður fyrir þér, með öðrum orðum, þetta engin sýning, svo kemur þessi setning sem breytur öllu, faðir þinn sem sér í leinum mun umbuna þér. Ef þú byrjar að monta þig yfir því, þá ertu búin að fá útborgað. Guð ekki að fylgjast með til að dæma, hann að sjá til þess að tengjast okkur. Hann vill blessa það sem þú sáir og svo fyrir Jesús beinti þetta sem við finnum öll. Það eru áhyggjur, skort, hugsun, hvað ef ég á ekki nóg? Og þá sér maður að þetta ekki peningamál, þetta fjallar traust. Þannig að þegar við gefum núna, þá það ekki til að ganga í augun á Guði eða impressa Guð, ekki til að vera góðir kristnir, heldur einfaldlega til að opna hendurnar í stað þess að halda fast, því að það sem hjarta treystir, þar byrjar lífið að flæða. Og þá verður gjöfin ekkert verkefni.
heldur frelsi. Faðir, við þökkum þér fyrir vikuna framundan. Drottinn, ég bið þess að við mættum vera góðir þjónar þínir að segja frá fagnaðarerindinu, að við myndum blessa það sem við sjáum að við getum blessað. Ég bið að líka blessa einn og sérhvern, hvar sem hann starfar, hvar sem hann fer til vinnu eða er heima við. Drottinn, ég bið blessun þína, með auglið þitt vaka yfir sérhverjum og einum, í Jesú nafni. Amen. Amen. Við skulum rísa á fætur og lofa Guð aðeins meira. Ég var greinilega í mjög dramatískum lögum í dag. Ég fíla það stundum. Og ég þakklátt fyrir þetta tónlistateymi. Ég bara þakka, ég svo rattlaus búin að vera núna í smá tíma og á eitthvað í land. Ég þakklátt fyrir söngvarana og líka Begga. Ég líka þakklátt fyrir þig. En við ætlum að taka hérna 2 lög í viðbót og lofa Guð. Amen. Was rich, I remember who I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your sight. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owed, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Hallelujah. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end.
sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood. Thank you, Jesus, for the thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It has washed me white. Thank you, Jesus. You have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Glory to His name. We give you glory, Jesus. Glory to His name. There to my heart was the love applied. Glory to His name. The Savior say, thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray. Find in me thine all in all. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. Lord, now indeed I find Thy power and Thine alone can change the leper's spots and melt the heart of stone. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. Before the throne, I stand incomplete. Jesus died my soul to save. My lips shall still repeat. Jesus paid it all to Him I owe. Sin has left a crimson stain, He washed it white as snow. Jesus paid it all to Him I owe.
Hvað að frétta hérna í dag? I have to say it in English. So this was powerful. This was powerful. Whew. Guys, it's okay to shout in the house of God. When we feel the anointing, it's hard not to. Hallelujah. Hilma farin inn? Those that need interpretation, please get some in the back because Gunnar will be preaching in Icelandic. En ég vil bara segja, þú má byrja að túlka. Takk, Jesús. Það kraftur í húsinu. Ég ætla að segja þetta aftur, það kraftur í húsinu. Og við það bara Jesús getur tekið syndina og hann getur hreinsað og þú verður eins og nýr. Bara Jesús. Bara Jesús, vinir. Og ég get sagt á þetta því ég hef reynslu af því. Bara Jesús. Það enginn eins og Jesú. Og mér langar bara til þess að segja örfá orð áður við förum inn í, kannski að minnast á það sérstaklega að það verður lofgjörukvöld hérna á þriðjudagskvöldið, ekki miðvikudagskvöldið eins og jafnan við verðum með lofgjörukvöld hérna á þriðjudagskvöldið. En við erum búin að vera að tala hvernig við eigum að taka landið okkur til eignar. Við erum búin að fara svolítið yfir för Ísraelsmanna úr Egyptalandi sem mynd upp á það þegar við erum í heiminum og við erum þrælar. Og vinir, það sem að Guð vill gefa okkur í dag, það frelsi. Hann vill ekki að þú sé þræll þess sem þú býður ósigur fyrir, hann vill gefa þér frelsi. Hann vill gefa þér frelsi, hann leiði þá inn í eyðimörkina. Af hverju? Til þess að þeir sjá í rauninni það sem að innan með þeim. Þannig að þeir leiti drottins. Þannig að þeir sjáu hvar þeir þurfa á hjálpa að halda til þess að þeir leiti drottins. Til þess að komast inn í Kanansland þá lærum við líka að við þurfum að deyja sjálfum okkur. Og vinir, kirkja Guðs á þannig stað að hún þarf að deyja sjálfum sér. Og hvað meina ég með því? Við þurfum að deyja holdin okkar fyrir það fyrsta. Við þurfum að deyja okkur sjálfum. Við þurfum að deyja gömlu löngununum. Við þurfum að deyja því sem var. Og leyfið mér útskýra. Það sem að Guð vill gera þegar þú ferð inn í Kanansland, hann vill gera þig háðan sér. Þannig að þú hlýðir lögum hans. Þannig að þú gerir viljans. Þannig að þú fáir þá blessun og gnæð sem að Guð hefur fyrir þig. Má ég heyra amen. Þannig að við ætlum að fá blessun frá Guði. Til þess að gera það, þá þurfum að leyfa Guði að eiga við hjart okkar. Hvað þýðir það? Við þurfum að leyfa Guði að taka úr steinhjartað. Við vorum bara að syngjum það í þessu lagi. Við vorum að syngjum hvernig Guð getur tekið steinhjartað og gert það úr holdi og blóði. Hvað þýðir það? Það þýðir það að þú hættir að vera manneskjan sem þú varst bara í den. Þú tekur nýtt skref, þú ert ný sköpun. Þú tekur nýtt skref með Guði. Og hvað þýðir það? Þú lætur það sem búið. Vera nákvæmlega það. Vera búið. Vinir, það fólkið inni sem að lifir í fortíðinni. Við eigum ekki að lifa í fortíðinni, vinir. Við eigum að rísa upp og við eigum að ganga inn í framtíðina. Má ég heyra amen? Vitið það, við eigum ekki að lifa í fortíðinni. Og við eigum að taka við frelsisverkinu sem að Guð fyrir okkur í dag. Má ég heyra amen? Halleluja. Mér langar til þess að biðja okkur að rísa á fætur. Halleluja. Það sem ég stolt af drengnum mínum sem hefur tekið þá afstöðu að gera Guð að allt í öll í sínu lífi. Það bara þannig. Ég verð að segja, börnin mín minn stæðsti ávöxtur í þessu lífi. Það bara þannig. Og ég bara eiginlega á ekki til orð hvað þau eru vönduð og góð. Frábærir einstaklinga bæði tvö. Það sem að Gunnar að gera núna, hann að stíga inn í köllun sína. Og það sem svo dásamlegt við þessa kirkju að við tökum utan hvort annað. Við hvetjum hvort annað. Og við viljum sjá alla gangin í köllun sína. Þannig að ég vil biðja ykkur að vera með Gunnari þegar við biðjum hérna fyrir honum hér í dag og líka blessa hann þegar hann að predika að svara honum. Að segja amen þegar það þarf að segja amen. Því að það kviknar eitthvað líf í hjartanu þegar við tökum á móti orðinu með fögnuði. Með fögnuði, vinir. Við erum að taka við orðinu í fögnuði.
Takk Jesús, þannig að við ætlum að biðja saman og ég ætla að biðja ykkur að lyfta upp höndum okkar. Af hverju? Því að við erum að gefast upp fram fyrir Guði. Við erum að lyfta upp nafni Drottins. Drottin, við bara komum fram fyrir þig hér í dag. Ég þakka þér fyrir trúfesti þína náð og miskun. Ég bið að blessa Drottin minn, Jesús, orð þitt á hjörtum okkar. Ég bið Drottin minn, Jesús, að orð þitt, Drottin minn, mætti vera lifandi og kröftugt. Beittara hverju tvíegjuðsverði. Viltu taka það burt sem ekki á heima, Drottin? Viltu líka græða og gefa líf, Jesús? Drottin, ég bið fyrir drengnum mínum þegar hann talar orð þitt. Viltu smyrja varir hans og tungu, Drottin minn. Viltu gefa honum orð að mæla, Drottin, hér í dag. Drottin, geð okkur ná, Drottin, að taka við þessu orði. Og Drottin, leyfa því að bera ávöxt í okkar lífi 30-faldan, 60-faldan og 100-faldan. Og við gefum þér alla dýrð, heiður og lofgjörð í Jesú nafn og allur liðurinn sagði. Amen. Gefum Gunnari gott klapp. Halleluja. Já, takk. Ég er með. Já, hann er með. Það er 2026. Ég verði afsakað, ég fæ mér örugglega ofta súpa, ég er svolítið slappur. En þá segir ég bara eins og Páll sagði, þegar ég er veikur, þá er Guð styrkur. En hvernig hafið þið það? Er það ekki? Ef þið eru góð, þá er ég góður. Verður maður ekki að taka þetta á ljöttunótunum eða? Það verður að gera það. Það er óþarfi að vera hérna alveg bara í jarðarfara stemmingu, bara hérna alveg þörkanda. Það er algjör óþarfi. Við erum í kirkju. Síðasta sunnudag, ég sagði þetta síðasta sunnudag, þá talaði ég hjálpræði í Kristi Jesú. Að hvernig Guð hefur í Kristi gert okkur einhverja leið og við getum núna gengið í leiðina og eignast ákveði sem að Guð er búinn að gera fyrir okkur. Þetta er alveg óbúslega skemmtilegt efni, smá upprifjun. Síðast þá var ég að tala um það hvernig sumir kristnir byrja kannski öfugum megin við gönguna sína. Það er að segja að þú heyrir fagnaðarerindið, þú meðtekur, en það sem gerist kannski þegar þú ert búinn að meðtaka er að þú gengur í eitthvað annað fagnaðarerindi. Sem eru þá bara eins og galadamenn, basically. Og það viljum við ekki gera. Af því að ef við ætlum að gera það og fara þá leið eins og galadamenn, þá erum við komin eins og Páll sagði, þið eru komin í annað fagnaðarerindi. Því að þetta er ekki fagnaðarerindi sem ég boðaði ykkur, og ef ykkur boðar ykkur annað fagnaðarerindi, en það sem ég hef boðað ykkur, sé hann bölvaður. En þetta skiptir alveg ofboðslega miklu máli að vera rétt staðsettur gagnvart Guði. Jesú Kristur kemur í heiminn sem Guð í holdi. Kemur og deyr fyrir syndir okkar. Það er ekkert langt síðan við vorum að halda upp á páska. Þá vorum við að minnast þess hvað Guð gerði fyrir okkur í gegnum Jesú Krist. Hann sem sagt, hann deyr, hann er grafinn og hann er upprisinn aftur á 3. degi. Og með því að hann gerði þetta allt saman, að þá erum við búin að eignast hjálpræði sem Guð er búin að gefa okkur í Kristi Jesú. Ég var eins og hoppa í póstólsöguna. Ég las þetta síðast og ég ætla bara að lesa þetta aftur. 4:12. Ekki er hjálpræði neinu öðrum og ekkert annan nafn er mönnum gefin víða veröld sem getur frelsað okkur. Ef ég ætla bara að segja það sama og ég sagði síðast, af því að mér langaði ekki að dvelja eitthvað sérstaklega á þessu versi, mér langaði að segja kannski frá grískuna á baku þetta. Þannig er bara lærisveinarnir Jesú, þetta er sérst frumkirkjan og það er bara að vera að segja að það er ekkert nafn í þessum heimi sem getur hjálpað okkur og getur gefið okkur hjálpræði tilbaka og getur frelsað okkur frá öllum vandamálum okkar. Gríska orðið sem er notað yfir hjálpræði er soteria. Og soteria merkir frelsun frá synd, dauða, skiljanlega, Jesú sigraði dauðann, og nýtt líf í Guði. Og mér langar aðeins dvelja þarna, nýtt líf í Guði. Hvað er það sem Guð er búinn að gera fyrir okkur sem við getum svo bara gengið inn í og þetta er allt glænýtt. Í Gamla testamentinu í Biblíunni, sem er, ef við bara sýnum þetta. Hérna er þetta. Stærri hlutin hérna. Þetta er svo gamli. Það var mikið lagt í gamla. Svo kemur nýi og hann er svona þykkur. Hann er það bil 100 ára, hann er bara það bil 100, elsta bókin er kannski 50-is, pluss mínus, til eftir Krist og til 100. Þannig að þetta er miklu þinni hluti hérna. Skiljanlega.
hér er sá gamli og gamla testamentið það býður upp á það bil 613 boðorð. Easy. Auðvitað að halda það. En eitt af því sem að gamla testamentið býður var samfélag við Guð. En ekki endilega besta samfélag með Guði. Af því að Jesú Kristur ákvað. Þetta er ekki svona djúpt, pabbi. Slökum á. Þetta samfélag hér við Guð bauð upp á það, ef við tökum bara eitt dæmi, að prestarnir í Gamla testamentinu máttu koma inn og eiga samfélag við Guð 2 ári. Það var sem samfélagi sem þeir máttu eiga við Guð. En með Kristi Jesú opnaðist nýtt samfélag við Guð. Eigum við að lesa? Hebreabréfið 10:19 segir, vegna þess að Jesú úthelti blóði sínu megu systkinum nú með djörfung ganga inn í hið heilaga. Þetta er svo blessað vers. En taktu samt eftir það sem að segja. Það er ekki verið að segja að við þurfum að gera til að fara inn í hið heilaga. Heldur að vera að segja að blóð hans leyfir okkur að ganga inn í hið heilaga. Jesú úthelti blóði sínu til þess að við ættum samfélag við hann. Jesú kláraði pakkan fyrir okkur. Núna megum við ganga inn í hið heilaga. Og þú lest gríska orðið í heilaga, þá merkir það að þú getur gengið inn frelsi hvenær sem er. Þannig að þú getur gengið inn í frelsi þínu og það skiptir engu máli hvað þú hefur gert í lífi þínu, hver afstæðin er, hvort sem þú brotið af þér eða eitthvað. Því að nú veit ég hér að við erum öll hér inni og við erum mismunandi sögur. En versið samt segir að við getum gengið inn hvenær sem er, með djörfung og öðru nær, átt samfélag við hann. Og það er ekki verið að spyrja eitthvað svoleiðis, bara gengið inn hvenær sem er. Og í dag þá eigum við samfélag við Guð, ekki vegna þess hvað við erum frábær, heldur vegna þess hvað hann gerir fyrir okkur. Og þetta er það sem við köllum bara miðpunktur trúarinnar. Af því að þetta er það sem að Kristur gerir til fyrir okkur og það er miðjan í allir okkar göngum með Guði. Það er krossdauði Kristi Jesú. Og ef ég var alveg hreinskilinn, þá er ég ekki hræddur að kirkjan bræðist á nokkurn þátt. Ég ætla bara að segja alveg eins og þér. Kirkjan hefur brugðist í 2000 ár, þannig að það er algjör óþarfi að gera einhvern mál úr því í dag. Það er 2026. En það sem ég er meiri áhyggjur af, svo ég komi því á framfæri, það er mitt líf og okkar líf að við hættum að horfa á krossinn sem aðalatriði í lífinu okkar. Af því að ef að uppistaðan ef við ætlum að hætta að horfa á krossinn, þá er staðan bara svo að þá hékk blóðu kross með tilgang sem að við viljum ekki taka á móti. Og Jesús segir í Jóhannesar 19:30 að það er fullkomnað. Og aftur, ef við lesum grískuna, við mögum aldrei misnota grískuna, þannig að þið verða ekki taka þessu miklu mér til fyrirmyndar, bara ég er algjörlega að segja það sem að grískan er að segja. Við erum ekki að reyna að misnota grískuna, það er ekki fallegt. En gríska orðið fyrir það sem fullkomna, það merkir fullkomna getur ekki við þessu bætt, getur ekki við þessu breytt. Þannig að þetta er rosalega einfaldur boðskapur. Ef við hoppum í annað vers. Jóhannes 3:16. Við ætlum að finna upp á hjólinu í dag. Því svo elskaði Guð heiminn, hann gaf son sinn engilinn, því þess að hver sem á hann trúir, soninn glatist ekki heldur af eilíft líf. Spáðu í þessu. Guð er góður og hann er bara góður. Og hann segir þetta fyrir þig persónulega. Þetta er svo magnað. Rómverjabréfið 5:6 segir að Kristur dó meðan við vorum ennþá vanmegna. Svo breytir hann textanum í versi 8 og segir að meðan við vorum enn syndarar, að þá dó Kristur fyrir okkur. Og hér segir einfallega að Guð gefur og hann gaf okkur son sinn, ekki í einhverjum tilgangi, heldur gaf hann okkur til þess að við getum öðlast lífið. Af því að við sem erum þessi heiðnu þjóðir, ég fer betur í það eftir, en við sem erum þessi heiðnu þjóðir, við áttum bara ekki séns til þess að eignast eitthvað líf. Þess vegna þurfti Guð að opna leið og hann gerði það með Jesú Kristi. Þannig að það er ekki bara við sem eru frelsara, heldur allur heimurinn þarf frelsarvalda ef við ætlum að eignast eilífa lífið.
en hér er Guð búinn að opna leið og það er bara okkar við því að taka við honum. Þetta er miðpunktur trúarinnar að Jesú fór á krossinn. Þetta er bara miðpunktur trúarinnar. Guð er búinn að gera allt saman og nú er bara okkar að taka við því. Við getum því miður aldrei greitt tilbaka, en trúin er ekki búist til því við sem að greitt tilbaka heldur að meðtaka. Þetta er svolítið mikið af versum. Þetta er bara góð kennsla. Nú ætlum ég að fara í Efesus 2, 4-10 og þetta útskýrir margt, sko. En Guð er auðugur af miskunn, svo mikilvægt var elska hans til okkar þóttu hann dauð vegna misgjörð okkar, endur lífgað hann okkur í Kristi. Af náð hólpin orðin og reist okkur upp með Kristi Jesú og bjóð okkur stað með honum í himinhæðum. Þannig vildi hann sýna okkur á komandi öldum ómælanleg auðuleg náðar sinnar og gæsku við okkur í Kristi Jesú. Svo fyrir við í vers 8. Því af náð hólpin orðin fyrir trú. Þetta er ekki ykkur að þakka. Þetta er Guðs gjöf. Ekki byggð á verkum og enginn getur mikla sig af þessu. En þegar þú ert búin að átta að versi 8 og 9, þá skulum við lesa vers 10. Við erum smíð Guðs sköpuð í Kristi Jesú með ákveðnum tilgangi til góðra verka sem hann hefur fyrirbúið til þess að við myndum leggja stund á þau. Hér er mikill svona leyndardómur af því að við vorum dauðsögum afbrot okkar. Hérna er bara Páll beinskeytur af því að það er bara sannleikur í þessu. Við vorum ekki með lögmálið 360 boðunin. Þekkið ekki boðinu 10 eða? Jú, þetta eru bara 610 önnur boðorð. Þetta er aðeins meira. Þetta er aðeins pínu erfiðara. En af því að hreyfingar, þar er ég að útskýra hvað hreyfingar eru það. Já, gerum það bara. Hreyfingar, þetta er oft notaðir svona í heiðingjar, þetta eru þeir sem að lifðu ekki undir gamla sáttmálanum, bjuggu fyrir utan Ísrael. Það er líka að tala heiðnu kirkjunar. Smárikirkja er gott dæmi. Við erum heiðinkirkja af því að við erum ekki í Ísrael og þú ferð svo inn í Ísrael þá ertu með gyðinkirkjunar. Þannig þetta helst svona í hendur. Já. Þetta er bara 1 + 1. Allavega. En út frá því að við vorum ekki með þessa hérna bók, Gamla testamentið, að þá vorum við ekki með lögmálið og öll boðorðin og þess vegna hvernig við lifðum var bara þannig lifnarháttur að við áttum ekki séns til þess að eignast lífið sem var með Guði í himninum. Þess vegna vorum við dauðsögum afbrot okkar. Þess vegna þurfti frelsari að koma í heiminn og klára verkið fyrir okkur. Og góðvild Guðs gerir það verkum að við getum komið til hans og verið börn hans. Það segir í Jóhannes í Guðspjalli 1:12 að öllum sem gaf hann rétt að vera Guðs börn. Allir sem tóku við honum fyrirgefið. Og þetta er ekki spurning hvað við þurfum að gera heldur, við þurfum að meðtaka. En þetta er svo magnað, vers 8-9 svara Páll spurningunni hvernig við erum hólpin, en vers 7 svara spurningunni af hverju þetta er svona einfalt. Ef að fara betur í það. Þannig vildi hann sýna á komandi öldum ómælanlega auðleg náðar sinnar og gæsku við okkur í Kristi Jesú. Ef þetta er ekki fullkominn kærleiki, þá veit ég ekki hvað fullkominn kærleikur er. Hann vildi sýna hver ómælanlega náð hann segir við okkur. Náð er bara eitthvað sem getur ekki endurgreitt, getur ekki borgað tilbaka. Og þetta er ómælanlegt. Þú getur ekki mælt náð hans af því að hún er ómælanleg. Og vers 8 og 9 svara spurningunni hvernig við erum hólpin. Við erum hólpin fyrir náð, fyrir trú. Trú hvað Jesú gerði fyrir okkur á krossinum og við getum ekki endurgreitt tilbaka. En vers 10 segir samt að Páll er ekki að koma með eitthvað svona ofur náðarboðskap. Það þýðir ekki að bara trúa og þú ert hólpin og bara nú þarftu bara að bíða. Ég þarf bara að bíða eftir ég komast inn í himnaríki. Nei, það virkar ekki þannig. Af því að tilgangurinn er að við erum smíð Guðs sköpuð í Kristi til góðra verka sem hann hefur fyrirbúið. Með öðrum orðum, Jesús sýndi hvað er að gera góðverk. Hann sýndi hvað er að gera góðverk utanfrá. Þess vegna hann frumburðurinn fyrir okkur. Þannig að þegar við tökum svo á móti Kristi, þá erum við væntanlega sköpuð í honum og við finnum svo út og gerum slíkt því sama. Ekki að neyða Guð að elska okkur, heldur fyrir út,
Gerum góð verk af því að við vitum að við erum þegar elskað af Guði. Amen. Þess vegna vil það sýna okkur þessa ómælanlegu náð sín við okkur. Við getum ekki endurgreitt, við getum bara meðtekið. Og Páll mjög skýr, svo er Páll mjög skýr hérna í Rómverjabréfinu. Hvað ég búin að tala lengi eiginlega? Þetta er mjög gott, Gunnar. Já, akkurat. Já, sko. Amen, takk. Það hjálpar alveg að koma og tala þegar að lofgjörnum er búin að vera svona góð. En, sko, já, ég ætla að hoppa aðeins í Rómverjabréfið því að þetta endurstrikar svo mikið boðskap okkar trúar. Hér segir hann á Rómverjabréfið 1:16, ég fyrirverði mig ekki fyrir fagnaðarerindi, af því að það er kraftur Guðs sem hjálp frelsa hvern þann mann sem trúir. Svo stendur þetta gyðingur fyrst og aðrir síðan, sumir halda, ok, þannig að gyðingar eru betri en við sem sagt. Nei, þetta hefur ekkert með það að gera. Það hefur með það að gera að þeir fengu fyrst að heyra fagnaðarerindi. Það segir í Rómverjabréfinu 9:4, þeir eiga frumburða réttin á þessum sáttmálum, þess vegna var það fyrst predikað í Ísrael. Og svo var það bara að fara út allan heim. Réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar eins og ritað hinn réttlátu með liðan fyrir trú. Habakúk 2:4, en okkur með öðrum orðum. Hér er Páll, hann er bara, eins og þið kannski flest vitið, Páll var ekki einn af þeim 12 sem Jesús valdi upp að. Hann bættist við og við sjáum svo berlinan að koma í ljós að því hann segir, ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðarerindi. Ég skammast mín ekki fyrir fagnaðarerindi. Þegar Jesús mætti honum og gaf hann líf sitt Jesú og þú lest það í Póstólssögunni á mörgu stöðum, þá lestu það að hann er búinn að vera ofsóttur. En hann svarar alltaf fyrir trúna sína. Hann skammaði sín ekki, heldur fór hann alla leið með fagnaðarerindi. Mér er alltaf minnist þetta í fyrra Kórinthubréfi 9. kafla. Þá segir hann allt fyrir fagnaðarerindi. Hver eru laun mín að ég sé að koma og boða ykkur fagnaðarerindi? Hver er tilgangurinn ég sé að koma og boða ykkur fagnaðarerindi? Þegar ég er að slást við ljón í Efesus. Hver er samt tilgangurinn? Tilgangurinn og launin eru þau að ég er að boða ykkur fagnaðarerindi. Ekki fyrir laun, hann er að gera þetta því að þetta er tilgangurinn hans í lífinu. Guð breytti honum algjörlega. Fór úr því að vera mesti gyðingur veraldar yfir því að vera mesti trúboði veraldar. Þannig voru áhrifin hjá Páli á þessum tíma. En svo segir líka að það er kraftur í fagnaðarerindinu. Það er kraftur í fagnaðarerindinu, það er krafturinn sem að getur leyst lífið þitt, það er krafturinn sem að getur umbreytt þér frá því að lifa í syndi yfir því að lifa honum til dýrðar. Það er kraftur að þú getur núna verið frjáls. Ekki vegna verka þinna, heldur þetta allt saman beint á því hvað Jesús gerði á krossinu. Og segir hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Af því að vondufréttirnar eru þær að við munum öll einn daginn standa fram með Guði. Ég vona að ég sé ekki að segja ykkur á fréttir. En góða fréttin eru að þegar þú stígur fram fyrir Guði, þá getur þú staðið einfaldlega teinréttur fram með fyrir heilugum Guði. Ekki að því hvað ég er svo klár og góður, ekki að því að ég er svo heilagur. Það er vegna þess hvað hann hefur réttlætt mig. Og núna bara að lokum, þegar ég lýk þessum skilabóðum mínum til ykkar, þá vil ég bara segja við ykkur að hvetja ykkur að taki þetta skrifi trú og fylgja honum í dag. Af því að við vitum ekki hvort að við fáum morgundaginn í það, en það var betra allavega að hafa gert þetta ákvörðun í dag fullvissa. Ég ætla að leyfa Pétri í Póstólssögunni 3. kafla, 7. versi að segja það sem ég reyna að segja við ykkur. Pétur sagði, silfur og gull á ég ekki, en það sem ég hef gef ég þér í nafni Jesú Krist frá Nasaret. Ég segi það sama á Pétur. Ég get ekki gefið ykkur auðæð, ég get ekki gefið ykkur einhverja veraldlega hluti, ég get bara gefið ykkur nafni Jesú. Það er þess verið að lifa fyrir og þess verið að deyja fyrir, en þess er þörf á. Þannig ég ætla að ljúka þessi skilaboðum með þessum versum. Á ég að biðja? Faðir minn, við þökkum þér að við fáum að koma saman og lyfta þér upp, Jesús.
Ég þakka þér, Drottinn minn, að sem að 2 eða 3 eru samankomnir í þínu nafni, þar ert þú mitt á meðal. Ég þakka þér, Jesús, að þú gafst okkur eilíft líf og við getum aldrei endurgjaldað þér það tilbaka. Af því ef við gætum það, þá væri þetta ekki lengur náð, þetta hefur verið lán, en þú greiddir alla okkar skuld. Og við getum gengið inn í það helgasta með djörfung, frelsi hvenær sem er. Þú tókst á okkur syndir okkar og tókst á því skömmina sem að við áttum skilið að bera, en þú tókst hann á þig, Jesús. Og ég þakka þér að sem að aðstæður koma að fara, fólk kemur og fer, þá ert þú eins sami í gær og dag um alla eilífð. Hjálpa okkur að gera mikið úr þér og lofa þig þessa vikuna. Og megum minnast þess hvað þú gerir fyrir okkur og megum hlaupa í rittingarnar og lesa og stúdra og lifa þér til dýrðar. Í Jesú nafni. Amen. Ég veit ekki hvað ég